Norrlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi. Ratatoskur íkorni í norrænni goðafræði sem hleypur upp og niður stofn Asks Yggdrasils og ber skilaboð á milli Arnarins veðurfjölnis og drekans Níðhöggs sem eiga í sífelldum deilum sín á milli. Í menntaskólanum á Akureyri ratatoskur þá heiti á ólíku fyrirbæri, nefnilega opnum dögum sem haldnir eru á hverju vori. Ratatoskur eru bara opnu dagar í skólanum, þar sem öll hefðbundin kennsla felld niður eftir kl. 10 og í staðinn bara boðið upp á svona námskeið, fyrirlestra og aðrar uppákomur sem rauninni bara nemendur skólans halda utan um og líka kennarar og aðrir utanaðkomandi aðilar. Til dæmis í gær fengum við fyrirlestur frá Hugrúnu geðfræðslufélagi geðsjúkdóma og svona geðfræðslumál bara almennt. Og svo eru líka nemendur sem hafa áhuga á einhverju sérstöku og að deila því með samnefndum sínum. Eins og 2 drengir sem að æfa blandaðar bardagaíþróttir verða með námskeið eftir hádegi í dag, þar sem þeir verða bara að kenna ýmsar bardagalistir. Þannig að þetta allt innanhúsfólk hér í skólanum sem í rauninni heldur utan um námskeiðin? Já, mestu leyti nemendur og svo kennarar. En það þið í skólafélaginu sem haldið utan um skipulagninguna? Já, við höldum utan um tímaskipulagið, stofuskipulagið og svona. Og skólinn gefur okkur bara mjög frjálsar hendur við það, sem ég held að sé svona pínu einstakt, að þau gefi öllum nemendum frí og leyfa okkur að sjá aðeins öðruvísi dagskrá þessa 2 dagana. Hvernig stemmingin á þessum dögum? Hvernig að mæta í skólan þegar það ratatoskur? Ég held að sé almennt bara mjög góð, sko. Það léttara yfir öllum svona, og það líka hittir yfirleitt á allt þegar þeir eru að vora. Þannig að það frekar létt yfir öllum bara og ég hef heyrt að nemendum finnst almennt bara mjög gaman á ratatoskin. Við ætlum aðeins að fá að kíkja á hluta af þeim námskeiðum sem í boði. Geturðu nefnt einhver dæmi? Hvað það sem maður mun sjá hérna? Það meðal annars salsanámskeið í BM12, nemendum sem hafa verið í skiptinámi og svo fyrirlestur um kaffi. Tæknifélagið verður að kenna hljóðblöndun og svoleiðis. Svo Jói stærðfræðikennari ætlar að kenna hagnýta leið til að leysa jöfnur að hætti Newtons og það allt mögulegt, mjög fjölbreytt. Ég sá nú samt eitt sem vakti sérstaka athygli mína, það námskeið í að leggja í bílastæði. Já, það hefur upp á síðkastið verið mikið umræðunni hérna hvað margir nemendur leggja illa á bílastæðinu og það verður oft mjög tróðið og þá redda menn sig bara einhvern veginn og þá séu 2 stelpur sem ætla að fjalla um það hvernig best að leggja í stæðið hér á bílastæðinu. Þannig að við megum búast við betri bílastæðamenningu hérna í skólanum. Já, ég vona það allavega sjálfur. Skiptinám, tölvuleikir, bækur, plöntur, súkkulaði og djass eru nokkur dæmi um það sem hægt var að fræðast á ratatoski þetta árið. Einnig var boðið upp á fjölbreytta hreyfingu, morgungöngum, körfubolta, fimleika og dans, svo eitthvað sé nefnt. Hérna ætlum við að halda salsanámskeið. Og hvernig kemur þú að því? Hvers vegna þú með að halda salsanámskeið? Ég fór í skiptinámi 1 ár til Costa Rica og var alltaf dansandi salsa þar. Það var bara í skólanum þá í frímínútu var kveikt á tónlist, allir byrjuðu að dansa, þannig ég náði henni dálítið hratt. Og þegar ég kom aftur heim þá langaði mér ekki að missa taktin, þannig ég fór í salsaklúbbin hérna sem Anna Richard og Wolfgang eru með. Og bara búin að vera að dansa þar og okkur langaði að brjóta svona upp og fá yngri nemendur til að koma kannski og fara í félagið á endanum. Hvað skemmtilegast við að dansa? Þetta allt bara ógeðslega skemmtilegt. Tónlistin og bara hreyfingin, mér finnst það bara yndislegt. Það kaffivinafélagið í Emma Kaffma sem að halda þetta námskeið. Þetta í rauninni bara svona kynning á kaffi og sögu þess og áhrifin sem það haft á vestræna menningu í gegnum tíðina og svona. Og hvernig maður getur notið þessum best. Kaffivinafélag, hvað gerir það félag? Kaffivinafélagið í rauninni sér bara um það að veita nemendunum kaffi á hverju morgni og sér svolítið um það að auglýsa og viðhalda kaffineyslu innan skólans og svona þjónusta bara kaffidrykkju fólk. Hver þinn uppáhalds kaffidrykkur? Ég verð ekki að segja, það sé bara uppáhallingur, Rúbín Rauður. Hér var í gangi spurningaleikur. Hvað var þetta?
Já, við vorum að halda námskeið á Ratatorski sem svona þemadagur í skólanum. Við vorum með Eurovision Pub Quiz, spurningakeppni Eurovision. Þið eru í formenn í Eurovision félagi hérna í skólanum. Já, þetta svona aðalega kannski svolítið á Facebook, fylgjast með keppninni og svona setja inn kannski hver haldið að vinni eða eitthvað svona. Og svo höfum við alltaf haft það markmiði að halda eitthvað svona Eurovision party kannski. En við ætlum að gera því fyrra en það tókst ekki alveg. Vonandi tekst það í ár. Já. Þið voru búin að skrifa hérna 30 spurningar Eurovision. Hvernig stóð fólk sig? Bara mjög vel. Bara betur enn í bjóst við, sko. Já, bara þetta fór fram úr okkar vonum, sko. Já. Ekkert erfitt að ná að skrifa svona margar spurningar keppnina? Nei, ég hefði getað skrifað svona 50 viðbót. Það er svo mikið efni. Já, þetta er búið að vera til svo lengi að það er svo mikið til þetta. Eigið þið ykkur eitthvað uppáhalds Eurovision lag? Það er mjög erfitt. Ég held að mitt sé annarkvort Fairy Tale með Alexander Rybak eða Me and My Guitar sem var fyrir Belgíu 2011-12. Já, mér er svona skemmtilegustu lögin sem svona skrýtnustu lögin. Eins og eitt sem við spurðum það er eitthvað Eyró, eitthvað frá Svartfjallalandi og til að svona eitthvað þjóðlegt og svona furðulegt, mér finnst það skemmtilegast. Og hvað er við Eurovision sem heillar ykkur svona? Allt. Bara svona hvað þetta getur verið kjánalegt og skemmtilegt stundum og svona gaman að gera grín með þessu og flippa. Já, ég elska búningana og svona allt svona í kringu sviðið og sérstaklega hvað margt ótrúlega furðulegt. Það er ljóst að nemendur og starfsfólk leggja mikið á sig til að Ratatorskur gangi sem best. En hvers vegna eru opnir dagar sem þessir haldnir? Þeir eru ótrúlega mikilvægir þessi dagar. Þeir gefa nemendum tækifæri til að sýna sköpunarkraftin sinn og hvað þeir eru frumlegir í mörgu, láta sér þetta í hug og fara út fyrir sinn þægindaramma, reyna á sig á allt annan hátt og eru ósérhlífnir í námi sínu. Við sjáum þetta náttúrulega í þeim verkefni sem þau eru að takast á við á Ratatorski og svo má sjá þetta líka til dæmis í leiksýningu sem Lofstar sem þau voru að sýna núna sem mjög metnaðarfull sýning og svona kannski líka dæmi það hvað nemendum finnst gaman að sýna mátt sín og megin og hvað þau geta í rauninni án þess að það sé verið að telja þetta í klukkustundum, í einkunnum eða eitthvað þvíumlíkt. Þau vilja fá að stjórna og sýna okkur að þau geti svona stjórnað sinni menntun og haft metnað fyrir henni. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.